Komið sæl aftur og velkomin með okkur í föstudagsþáttinn hér á N4. Við erum í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Það er sæluvika í fullum gangi og því fylgir alltaf að það er sett upp sæluviku leikrit. Þau eru hingað komið til mín Haukur og Inga Dóra frá leikfélagi Sauðárkróks. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Og stykkið í ár heitir löngu nafni. Já, frekar. Já. 1 og ég segi ekki orðið við Jónatan. Hvaðan kemur þetta? Þetta er rauninni bara setning sem minn karakter segir í leikritinu. Alveg í þrígang held ég. Þannig að þú kannt hana þessa. Já, ég kann þessa. Já. Og hver er þinn karakter? Hann er þessast Róbert. Og þetta er rauninni Jónatan sem er í sambandi við 3 konur sem allar eru flugfreyjur. En heppilegt. Já, allar á sikkurri vaktinni eða þannig sko. Þannig að það hittast aldrei. Og hann er svona að láta ganga upp með aðstoð ráðskonunnar sinnar. Og síðan flækjast málið þegar það fer að koma ný þota í flotann og þá fer tímasetningar að raskast. Og síðan kemur þá minn karakter svona gamall vinur hans í heimsókn og flækir þetta ennþá meira því að hann er gamall kvennabósi sko. Og en hver er Ég er sem sagt ein flugfreyjan Já. og ein af 3. Já. Og Allar eiga þær alveg sérstakann stað í hjarta já, erum mjög Jónatans. mismunandi sko. Við erum ekki mjög líka eða þú veist. Og svo náttúrulega hittum við allar Róbert Já. og þá fer allt í flækju sko. Já. Það er ekki að spyrja þig, þessi farsar. Vitið þið, sko, hvernig hefur fólk verið að taka þessu? Þið eru búin að sýna þetta 3 svar? Já. Og Það er búið að vera bara mjög mikið legið og ég hef allavega bara heyrt að fólk sé ánægt sko. Já, Já. mjög ánægt. Hver leikstýrði ykkur? Ingrid Jónsdóttir. Og þetta, þegar þið voru að velja þetta leikrit, hvað höfðu þið svona leiðarljósi? Já, þú veist það betur. Já, það Ég er bara leikari sko. Já, leikari. Heyrðu, það var bara þessi farsar eru vilt vinsælir, þú veist, það er þessi hurðaskellir inn og út og þú veist, hraðinn, þú veist, sem að Já. og þess vegna var þetta fyrir valinu sko. Eru þeir ekki, sko, þessi leikrit í sæluvikunni eru alltaf að hitta fólki fyrir, er það ekki? Jú, yfirleitt. Það er góð mæting. Já. Eru þið mörg að taka þátt í þessu? Við erum 7 á sviði og svo er náttúrulega 20 manns Já, 20 manns kringum þetta í öllu. Er mikill áhugi á leikfélaginu og leiklistirna í Skagafirði? Já, Já, ég ég myndi myndi segja það. Ég held að hjálpi mikið til að, eins og í skólanum, að þegar krakkarnir útskrifast eftir 10. bekk, þá eru þau búin að setja upp 10 leikrit. Já, koma fram á sviði, þú veist. sko, þú veist, Það það hjálpar er rosalega mikið. Bara 1. bekkur byrja með ágústakörfuna og sen er þetta bara koll Já. klárar grunnskóla sko. Þannig að það er eiginlega skólarnir eru að búa til bara leikara og listafólk. Já. Og er þá orðið auðvelt að fá fólk í starfið eða hvað? Með hvað það var? Já, ég held það nú. Já, það er ekki Vilja allir svo vera með? öldra sko. Af hverju slóst þú til? Ég veit það ekki sko. Ég var ekki búinn með 10 sýningar þegar ég hætti 10. bekk sko. Það er svo langt síðan ég hætti sko, Já. í skólanum. Þannig að ég er bara, systir mín var alltaf í þessu. Svo þegar hún flutti hérna, þá fannst mér til að koma í staðinn. Það væri einhver fulltrúi fjölskyldunar í þessu. Já, svoleiðis sko. Já, það er bara mjög gott mál. Hvað fylgir því að vera í leikfélagi? Hvað er það sem gerir það verkum að þið viljið taka þátt í þessu? Þetta er svo gaman. Já. Og þetta er ekkert langur tími í einu, þú veist, þetta eru bara vissar vikur og það er rosa, þú veist, strembið, þú veist. Þetta eru 6 vikur og þú ert nánast alla daga í svo núna 3-4 tíma kannski. Þannig að þetta er alltaf langur tími frá fjölskyldu sko. Þannig að þetta er alveg erfitt en þú veist, þetta er samt svo gaman. Það er svo gaman að fá svona feedbackið frá áhorfendum og þú veist, það er svona gefur manni orku og gefur manni ýmislegt sko. Þannig að eitthvað er það sem togar. Adrenalínið sko. Það er adrenalínið. Já. Er það ekki? Þannig að það er ekkert, sko þetta er ekki eina sýningi sem þið setjið upp á vetrinum, er það? Nei, svo er á haustin líka. Þá er yfirleitt barnastykki. Já. Þannig að það er verið að sinna þörfum allra Já. bæjarins og bara íbúanna.
Já, það sýning núna þegar þessi þáttur fer í loftið. Hvað eru margar sýningar eftir svo? Þá eru sex sýningar eftir. að minnsta kosti. Já. Að minnsta kosti 6. Svolítið góð mæting bæði hérna úr Skagafirði en fólk annars staðar að koma? Sjáu þið ókunnugu andlit? Já, það víst, þið koma dálítið úr Húnavatnssýslunum, hafa gert. Já. Og mér skilst að einhverjir frá Ólafsfirði sem búin að panta á sýningu, einhver sýningu og maður oft sé fólk frá Akureyri koma líka til dæmis, á sérstaklega kannski barnasteikinn. Já, og þetta sýnt í Bifröst, gamla félagsheimilinu. Ekki sjarmi og draugar og allt í því húsi? Þetta allt í Bifröst. En ekki? Jú. Og bara, það gerir þetta ennþá skemmtilega. Það miklu skemmtilega. Þannig að við bara hvetjum fólk til að koma og sjá þetta stykki og fá að hlæja svolítið og hafa gaman. Já. Út af það gengur þetta líf, það ekki? Jú, það var gaman. Og best að lifa í núna, eða hvað? Nákvæmlega. Inga Dóra Haukur, takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Við höldum áfram eftir stuttastund.